Þá ætlum við að halda áfram hérna í föstudagsþættinum og næstu ætlum við að tala aðeins fyrirbæri sem heitir mannamót og verður haldið í Reykjavík 21. janúar. Og kannski bara byrjum á þér, Arnheiður, hvað mannamót? Hvað mannamót? Mannamót ferðasýning eða vettvangur fyrir ferðaþjónustuna á Íslandi til þess að hittast og tala saman ráðaráðu sínum, heyra hvað nýtt og tengjast betur og svona fá kannski andlita bak við tölvupóstana sem hafa farið mann á milli. Þetta í rauninni vettvangur sem að Markaðsstofa landshlutana setti upp fyrir 3 árum. Og svarar því að svona okkur fannst kannski ferðaskrifstofarnar á höfuðborgarsvæðinu ekki hafa nægilega innsýn í því hvað var að gerast út á landi, hvað var nýtt og hvað menn var að bjóða upp á. Og okkur langaði bara að gefa svona okkar fyrirtækjum út á landi tækifæri til að kynna sér betur. Þetta í rauninni aðilar í ferðaþjónustu á landsbyggðinni sem mæta til Reykjavíkur til að sýna matseðilinn sinn, ef svo má orðið komast. Já, hópum okkur saman og drífum okkur suður, mætum hann á mótni og förum heim á kvöldi og sýnum hvað við höfum upp á að bjóða. Þú hefur tekið þátt í svona mannamóti? Já, 2 áður. Þetta er 3. skipti núna, ekki satt. Og þetta er bara mjög gott framtak hjá Markaðsstofunum. Og eins og Arnheiður búin að koma fram með það vantar alltaf andliti á bak við póstinn og það er líka svo mikil endurnýjun. Það er svo ör þróun eða hvað ég að segja, svo vöxturinn er svo ör að þú ert að fá ný nöfn nánast á hverjum degi þar sem að á sem stóru ferðaskrifstofum þá eru koma ný nöfn sem að svona kannski vantar þekkingu og finnst svakalega gott að fá þetta sem staf landsbyggðinni. Ég get ímyndað mér að svona fyrir utan það að opna matseðilinn fyrir til dæmis ferðaskrifstofum eða öðrum í ferðaþjónustu á höfuðborgarsvæðinu til þess að vita hver í boði út á landi að þá sé nú kannski ekki síður gaman fyrir fólk að hittast sem í sama bransa. Það er alveg hárrétt. Það hefur aldrei verið leiðilegt að hittast í ferðaþjónustu. Það hefur sem betur verið. Það er nú einn kosturinn við þetta starf. Og þó þetta sé nú stutt í tími, þetta er mannamótið sjálft frá 12 til 5 eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það er nú ekkert mikið félagslíf í kringum það endilega. En það er eitt líka sem er verið ábyrjandi verið undanfarin 2 ár að þarna koma nemar sem eru í MK, í ferðaþjónustu eða háskólanum og þetta er bara svona, þeir eru rosalega áhugasamir og fá efni hjá okkur og þetta hjálpar kannski þeim svona í þeirra námi að fá svona meira víðsýni hvað er að gerast, ekki bara sem í kringum þau heldur hvort það er Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum eða Grímsey. Og kannski það sem hefur náttúrulega verið töluvert rætt að það náttúrulega hefur verið hægt að fá gjaldir inn í landi í gegnum ferðaþjónustuna og hún hefur að stærstum hluta safnast fyrir á höfuðborgarsvæðinu og þar finnum að bæði fyrir á höfuðborgarsvæðinu og Suðurlandi að fólk verður jafnvel bara pínu þreytt og fyrir að tala hluti eins og í salernisaðstöður og ýmislegt og ágang á landið og ýmislegt annað sem er fylgifiskur ferðaþjónustunar en allir vilja samt fá meiri gjaldeyristekjur inn í landi sem hægt að nýta síðan í innviði samfélagsins og í rauninni ég bara búið að taka það ákvörðun að besta leiðin til þess að halda áfram þessari hagvæstu þróun í greininni sé að nýta Ísland allt og ekki bara Ísland allt heldur Ísland allt árið kring betur. Þannig að þetta er líka lausnamið að þetta hlýtur að skipta máli fyrir Ísland í heild sinni en ekki bara einstök svæði. Já, klárlega. Það er rauninni hugsun á bak við þetta. Við viljum dreifa ferðamönnum landið og allt og oft heyrum við að þá þurfum að búa til meiri afþreyingu út á landi. Ég er í sjálfu sér ekki sammála því vegna þess að það er heilmikið í boði. Auðvitað eru svæði þar sem það þarf að vera meira akkurat þessu svæði eða á ákveðnum tíma. En þetta snýst líka bara að við kynnum okkur betur það sem er í boði og það er ekkert síður að við séum á mannamóti að kynna fyrir höfuðborgarsvæðinu, heldur við líka að kynna bara á milli landshluta og innan landshluta. Norrlendingar til dæmis, ef ég tala fyrir svona mitt svæði, að þá er gaman að sjá þegar að Blönduósbúinn gerir samning við Skagfirðinginn sem hann hefði kannski ekki vitað af áður eða menn er að tengjast á milli Hvammstanga og Húsavíkur eftir að hittast á svona fundi og menn er að teygja sig á Vestfirði og það er bara menn fá svo miklar upplýsingar með því að bara gefa sér þennan tíma til að tala saman. Þetta er í rauninni alveg ótrúlega víðtæk verkefni sem þarf til þess að það sem væntanlega allir vilja við ferðaþjónustuna er að það sé bæði gott að búa á Íslandi og gott að heimsækja Ísland og þarna fara tveir mjög mikilvægir hlutir saman og í mörgum tilfellum eru náttúrulega einyrkjar, þetta eru ofboðslega oft
ofboðslega mörg fyrirtæki í ferðaþjónustu en ofsalega fámenn sem hlýtur þá að skipta enn meira máli að það sé fólk sé að tala saman til þess að finna leiðir til þess að fá fólk til að vera lengur, passa að umhverju sé þannig að fólki líði vel að fá gestina og svo framvegis. Hlýtur það ekki að vera? Jú. Ég held að þetta sé sko svona mannamót eða þetta form sé rosalega dýrmætt fyrir akkurat þá sem eru einyrkjar eða með lítil fyrirtæki og þurfa að tengja sig. Og þarna kemur tenging og það svona spjall þarna til mér sem mann eftir í fyrra sem dæmi. Þá hitti ég hjón sem að reka gistiheimili eða hótel á Bökkum Hvítál. Ég hafði aldrei heyrt þennan gististað og ekki neitt, skilurðu. Þetta vakti áhuga manns á þessu og maður fór að kynna sér það. Og þetta bara eitt dæmi sem að ég get nefnt, sem sko fullt af, sem að þarna komu upp. Eins og bara þitt fyrirtæki. Já. Tengist þið þá mörgum aðilum í ferðaþjónustu hlýtur að vera? Já, við gerum það. En hvernig nýtist það þér að vita af öðrum í bara þínu starfi? Það bara ómetanlegt, það eiginlega ekkert að lýsa. Við þurfum kannski á gististað að halda í Borgarfirði, þú veist, allt í einu eða þú þarft að útvega hádegismat einhvers staðar fyrir hópa og þetta bara, þú veist, svona tenging bara... Fyrir rútufyrirtæki þá þarf að vita hvað á að pissa, Já. Hvað á að borða og hvað þetta að gera. Já. Og hvað þetta að leggja bílum, það að verða sko vandamál. Nákvæmlega. Sem það nýjasta Verkefni. núna. Já, sem það nýjasta núna, það búið að tilkynna gjaldtöku á Þingvöllum. Já, nákvæmlega. Og það kemur bara núna og við tökum það aðeins bara að það eru kannski 40 rútur sem komu skipi, skemmtiferðaskipi og þú setur kannski ekki svona gjaldtöku alveg á. Ég hefði sagt, setjum þetta á 2017, ekki núna. Þetta skiptir máli, þú veist, hvernig þú vinnur, bæði þið opinbera og svo greinin. En á því að ég nú alltaf með eitthvað áróður í því að velta fyrir mig með höfuðborgarsvæði og síðan landsbyggðunum í fleirtölu sem ég að reyna að venja mig á að nota, að finnið þið fyrir eða til dæmis þú bara hjá Markaðsstofnun, finnur þið fyrir breyttu viðhorfi núna, komin stjórnstöð ferðamála, það er búið að lýsa því yfir að það eigi að reyna að finna leiðir til að nýta allt Ísland, allt árið kring betur. Finnur þið fyrir að það sé að liðkast þetta samstarf að bara Ísland sé átt að sá því að það sé hægt að fá tekjur inn í ríkissjóð með því að það séu, svo ég tala alltaf peninga því að það nú kannski á endanum þó manni langi ekki að það sé það sem að lífið tikkar fyrir að þá það ákveðið grundvallarforsenda. Finnur þú fyrir því að fólk sé að sjá þessi tækifæri í að hagnast á því að það gangi vel að fá ferðamenn út á land? Já, ef maður horfir bara á kannski síðastliðið ár, það hefur verið svona breytingartíminn. Það er orðin meiri umræða almenn að það þurfa að koma ferðamennum allt land og það þurfi allir að standa að því. Og þess að áður fyrir þá var svolítið viðkvæða við út á landi áttum bara að sækja þá sjálf. Sem mjög erfitt vegna eins og þú sagðir áðan, þá þetta mikið af einyrkjum í ferðaþjónustu, en mjög stór hluti bara 1 til 2 manna fyrirtæki og það er erfitt fyrir þau að berjast við stöndug fyrirtæki sem eru svona í einum klasa á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að það er svona breyting núna að því að það er orðið það mikið að gera á höfuðborgarsvæðinu að þá eru menn þar farnir að tala um að þeir þurfi í rauninni að svolítið að létta á með því að koma ferðamennunum víða. Og leið að við erum öll farin að tala í sömu átt, þá fyrir þetta að gerast. Þannig að það er alveg tækifæri núna og það er allt galopið finnst mér núna. Svokölluð vinn-vinn staða. Já, í rauninni. En fyrir hverja lokum mannamót? Mannamót það er sem sagt annars vegar eru sýnendurnir sem eru ferðaþjónustufyrirtæki sem eru í samstarfi við Markaðsstofunnar og síðan það gestirnir okkar sem eru allir sem hafa áhuga á ferðaþjónustu og við bjóðum sérstaklega ferðaskrifstofum á höfuðborgarsvæðinu. Við erum að bjóða, eins og Beggi sagði, nemunum okkar líka vegna þess að við viljum að þeir kynni sér hvað að gerast og geti talað og sagt frá upplýsingamiðstöðum. Við erum að bjóða stoðkerfinu öllu saman, atvinnuþróunarfélögum og bara öllum sem að geta komið einhvern veginn að ferðaþjónustunni. Nákvæmlega. Mannamót.is, ef ég man þetta rétt? Markaðsstofur.is. Markaðsstofur.is, mann það bara ekkert rétt. Markaðsstofur.is og við ætlum að kíkja þarna suður og N4 og fá aðeins að mynda og fylgjast með hvernig þetta fer fram. Þannig við sjáum þann afrakstur síðar. En kæra þakki fyrir komuna. Takk. Og við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.